Gott kvöld, gott fólk og velkomin að skjánum. Það sjötta umferð í úrvalsdeild sem fer fram í kvöld á Group 1 bílum á hinni margfrægu braut Spa í Belgíu. Ingi ég og hjá mér Daniel. Velkomin. Já, takk fyrir það, góða kvöldið. Og ég vildi bara benda mönnum á það sem voru að setja þessu skjáinn að hraðasti tíminn í æfingum komin undir 2:01. Það náttúrulega alveg klikkað. Það galið, sko. Þetta hef ég bara ekki séð áður. Nei, hann var með mjög góða tíma í gær. Hilmar fór alveg niður í 2:01.2 eitthvað. En við erum að brjóta 0:1 múrinn. Já, nákvæmlega. Þannig að það verður fróðilegt að sjá hvað gerist hérna í kvöld, sko. Heldur betur. Og skemmtilegt að minnast á það líka að það ekki one make í kvöld, en alveg eins og var í gær. Nei, við erum að sjá Peugeot á braut hérna. Það skemmtilegt. Ólíkir bílar, annar hybrid og hinn ekki. Já, hann hybrid og hinn diesel. Nákvæmlega. Hann með gríðarlega endarhraða Peugeotin, en Toyotan hún sneggri í beygjum út rem, skils mér. Já, passar. Við getum fengið svona smá jójó-effekt, menn að taka fram út úr beygjum og missa það aftur fram úr sér á beinuköflum. Það aldrei að vita, þetta gæti verið skemmtilegt krydd í kvöldið og svo alltaf aldrei að vita hvort að við fáum bara loksins rigningu. Ég búinn að regndans í allan dag. Já, ég sama hér maður. Það var svo rosalega gott veður í Danmörku í dag að mér var bara að hugsa til þess að vonandi verður rigning í Belgíu, sko. Já, en það alveg engin munur. Það ekki nema 0,195 á milli Jökuls og Alex. Jökull að dansa við rétt við 2:01 sléttar, rétt rúmlega, og Alex rétt undir. Þannig að eins og vanalega þá lofar þetta góðu fyrir kvöldið hjá okkur hérna í úrvalsdeildinni. Jep. En það líka hægt að sjá það að Alex þurfti 7 eða 8 hringi til þess að ná þessu, þannig að hann var komið með aðeins léttari bíl. Jökull ákvörðuð núna bara á 4. hringnum sínum. Þannig að það allt ennþá opið, sko. Þetta verður held ég alveg þvílíkur slagur hérna fyrsta sætið og það mun einmitt vera fróðlegt að sjá hvernig pitstratti verður hjá keppendum í kvöld, þar sem við sáum náttúrulega í gærkvöldi að fyrir rétt ökumennina þá one-stopper alveg möguleiki, sko. Klárlega. Og gæti meira að skila hörku árangri, sko. Við erum að tala að þetta var barátta á síðustu hringjum og óneitanlega vann hraðari ökumaðurinn. Hann var búinn að setja hraðari tíma í tímatökum og var svolítið með yfirbara hraða, þannig að þessi litli munur sem var á Hilla og Hilmar, ef það var með í alveg jafn hraða ökumum, þá var aldrei að vita að þessi strött alls ekki langt frá hverju öðru, sko. Nákvæmlega, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað gerist. Það aldrei að vita nema Jóhann Ingi endi í one-stoppernum eins og hann var að hóta að taka þarna í spjallinu í gær. Já, svo náttúrulega, sko, það eru margar breytur í þessu, þú veist, ef menn taka medium og þurfa að fara í pit og fara hard og svo hugsa að það geti komið rigning. Það gæti verið winning strat að vera með one-stopper og vera eins lengi á hörðum og getur halva keppnina. Þannig að ef allir eru nýbúin að fara í pit og svo kemur rigning, þá þú allt í einu komið forskot. Já, nákvæmlega. Þannig að, sko, það aldrei að vita. Ég vonast þess að sjá mismunandi strattin í kvöld, því að ég held klárlega að bæði strattin geta verið vinningstrött og já, það verður gaman að sjá hvort að einhver pikki upp one-stopper strattið hans Hilla, en það kom svo sannlega óvart í gær og gaf okkur mjög skemmtilega keppni. Algjörlega, það alveg breytti öllu, sko. Og svo sá maður náttúrulega líka að Ársæll reyndu í one-stopper líka. Og ég fekk það síðan staðfest seinna kvöldið, eða seinna í dag í rauninni, að það var ekki upprunalega planið hjá honum að taka one-stopper. Þannig að það var eins og þetta leit út í útsendingu, hann ákvaði þetta í miðri keppni. Já, kannski kom pínu, sko, aftan á honum að hann þurfti að fara að spara smá bensín, af því að
algjörlega. Harðstyrtíð var aðeins lengra heldur en hálf keppnin og bensín í dugar bara rétt svo í hálfa keppni, þannig að en klálega er þetta gildur möguleiki og gaman að sjá hvernig einhver þori að renna í þetta. Hérna er Jóhann Ingi að taka flott spinn fyrir okkur. Já, ég minnst þessu. Já. Við erum að sjá hann Ása Ramrod, hann er einmitt á Peugeot. Gaman að sjá hvað hann gerir í kvöld. Óli er einnig á Peugeot. Flestir eru á Toyota, en nokkur á Peugeot. Peugeot. Já, nákvæmlega. Þetta er, já, maður telur þetta hérna, það er 1, 2, 3, 4 á Peugeot. 4 á Peugeot á móti 8 á Toyotunni. Já, og engin valið átíðin. Nei. Spurning hvort að menn hafi bara ekki haft efna á honum eða... Já, hann er svo dýr sko. Það er náttúrulega... Já, bara eitthvað haldið að hann væri betri af því að hann er dýrari, en maður veit ekki. Maður veit ekki sko. Annarkvort er hann overpriced eða keppendur blankir. Já, þú verður náttúrulega að taka það inn í myndina að sko Peugeot og Toyota eru economy bílar, það er ekki luxusbílar, en Audi er luxusbíl sko, þannig að það er eðlilegt að hann sé risasunni dýrari sko. Segðu. Sýnst þið bara með þokkalegustu mætingu hérna. Já, það er bara núna seinasti keppandi mættur. Náttúrulega Ívar, hann var búinn að gefa það út að hann muni ekki komast í restina af keppninum út tímabilið. Þannig að það verður bara svona, það verða maximum þessir 13 keppendur. Já, Hilli er komin spá. Já, er það Nostradamus spáin? Nostradamusin okkar. Hann segir tímataka, það er Alex Tops sem tekur hana, Jökull og Óli og Póll. Tíminn verður 2:01 0:53. Bílið í Pól verður 0,074. Keppnin, hann segir Jökull tekur hana, Alex Tops annar og Óli þriðji. Fastest lap 2:01 8:97 sem er Alex Tops á 23. hring og sá sem að tekur mest fram úr verður Alex Geirs og það er 4 og hann spáir ekki rigningu. Þar hafið þið það. Það er svoleiðis. Það verður kannski til þess að við fáum rigningu að hann spáði ekki rigningu. Já, þetta að segja að spárnar hann séu ekki áræðanlegar. Já, þegar maður skýtur svona rosalega ítarlega þá er það erfitt að hitta, sko. Það er rétt, það er rétt. Já, það er náttúrulega líka kannski smá speki á baku þetta. Ef þú giskar bara nógu mikið þá þegar þú nærið rétt við spánni þá ertu sko orðin sannspár, sko. Akkurat. En það er mitt gott að minnast það að hann Oliver sem var sá seinasti sem kom inn, var að koma inn áðan. Hann er á Peugeotinu líka, en við erum komið 5. Peugeotin. Jæja. Frakkland vs. Japan. Já, og það er náttúrulega fróðlegt að sjá hvernig þetta verður með Peugeotin, hvort að hann geti hreinlega tekið one-stopper. Ég náttúrulega veit ekkert hvernig bensínneyslan eða í rauninni díselneyslan á Peugeotinum er á móti Toyotunni, hvort að hann geti tekið svona margar hringi á tanknum, sko. Já, það er spurning. Það er bara ekki hugmynd, en það var alltaf eftir að koma í ljós. En ég veit að það verður alveg erfitt fyrir menn á Toyotunni að taka fram úr menn á Peugeotinum. Þar sem að Peugeotin hefur þetta advantage, þessa yfirbyrði á endarhraðanum. Gætu hugsanlega verið með smá forskot í exit út úr beygjum út af hybrid systeminu, en þau þurfa að vera þá nálægt.
Já, þetta þurfa að vera Getur líka grætt svolítið í startinu. Já. Er það spurning, það er náttúrulega þetta rolling start þannig að Já. Já, ég þori ekki alveg að giska það. Allavega þegar við vorum með sko möstuna á móti Toyotinni, Mastan var sem sagt ekki hybrid, var með meiri endarhraða en aðeins hægara stað og þá var það vill að taka fram úr í rolling start á Le Mans manni eftir, þannig að Já, vísu, en það sem að hins vegar gerist á Spa er að þeir kannski ná smá yfirbörðum í startinu en svo kemur við beint í beinakaflan eftir radíónbeina, sko. Akkurat. Þannig að þetta á allt eftir að koma í ljós og algjörlega 3 mínútur í tímatökur, þetta fer að gera sjá okkur, þannig að að gera að hækka í græðunum og ná sér í þeirra hressingu og henda kannski inn í spá í spjallið. Jep. Við viljum fá fleiri spár. Það er eitthvað rólegt spjallið hérna núna hjá okkur. Já. Ég vil allir fá... sem eru vanalega í tjattinni eru á brautinu núna. Já, það er alveg rétt. Það er svolítið svoleiðis. Úrvalsdeildarmenn eru duglegir þeir eru virkir í kommentum á öllum inndeildunum. Þá er spurning hvort að maður fari ekki að henda í þetta lobby reset. Algjörlega. Það er það núna. Það er rétt rúm mínúta í keppnina. Eða í tímatökur segi. Þannig að ég hendi í reset núna. Sé hvort það kom ekki rétt tímasetning. Nei. Það kom ekki rigning, rest aftur. Það kom ekki. Resettaði aftur, það er ekki rigning. Já, það er rétt. Það kom ekki rigning. Koma svo. Það kom ekki rigning. En það kom réttur tími og við erum aftur komin með ljósin í gegnum vegginn. Já. Þetta er skemmtilegu böggur. Það er alveg magnað að þegar þú ert í myrkri þá geta ljósin farið í gegnum vegg en það geta ekki farið í gegnum bílinn sem er fyrir fram að þig. Meira þess að þegar þú lendir í því að þú ert með einhvern bíl fyrir aftan þig í myrkrakeppni að þá allt í einu hætta ljósin þín að virka líka þó að þú sett fyrir framann. Er það á öllum brautum ennþá í gangi? Já. Það skal segja ykkur það. Þeir eru ekkert að flýta sér neitt rosalega mikið þannig að Gran Turismo að leiðrétta lobbyvillur. Já, þeir eru örugglega á fullu í að setja Ray Tracing í Gran Turismo 8 fyrir PlayStation 6 þannig að þetta er bara komið á hakan. En það eru, dimmi á eftir að koma á brautina. Þannig að maður geti startað þessu. Sáðan Alex Tops gera smá mistök á hlappinum hjá sér. Ekkert alvarlegt en það er gaman að sjá smá aksjón. Já, dimmið hann að fara að koma sér út á braut þannig að við getum startað þetta. Það þarf að láta mig bíða eftir sér 2 keppnir í röð. Já, þetta. Dimmið fyrir að fá gularspjaldið hérna. Já, fer að styrst í það.
Viljar óska eftir hverju spám í spjallið og þarna fáum við eina frá honum Anton Jónatan. Það er Jökull Óli Alex. Þarna kom þetta, hann er kominn á brautina. Þá getum við sett þessa tímatökur á stað. Það var ekki eftir neina bíða sem maður segir. Hilmar spáir Jökli sigri, Jóhanni öðru og Óla þriðja. En þá er komið að tímatökum. 10 mínútur. Og Jóna er komið með regningadansinn. Já, Þetta viljum við sjá. já. Sagði ég regningar, ég meinti rigningadansinn. Regningardansinn. Er regning í kvöld? Það er svo góður. Já. Hljóma allt í einu eins og ég væri að vestan, sko. Já, hvernig myndir þú segja rigningadansi á dansku? Rugning. Rúningsdansinu. Já, nákvæmlega. Það var kartöfluna mína þannig að ég geti svarað. Ég hef alltaf haft þessi reglu að ég kann ekki danska orðið, þá segi ég bara íslenska orðið og bæti eði fyrir aftan. Já, ég lendi nú í því þegar ég var að spyrja, ég var nýfluttur hérna og nýkom með húsið mitt, þá var ég að spyrja, ætlaði að fara að spyrja um hérna einhver ráðvanandi strompin á húsinu. Ég vissi ekkert hvernig átti að segja strompur á dönsku og þannig ég reyndi að segja enska orðið, þau skildu það ekki. Og þá byrjaði ég bara á íslenska orðinu og sagði þessi finnst strompur. Þau vissi ekki hvað það var, þá sagði ég skorsteinn og þá vissi ég hvað það var, og það er sama orðið á dönsku. Það er komið fleiri spárina. Hilmar bætti við tímatökuspá. Hann segir Thompson, Jökull, Jóhann. Sami Vald spáir fyrir keppnina. Hann segir tímatak Alex, Reis, Jökull, Alex, Jóhann. Og Bergur Freyr segir Jökull, Ási, Alex. Og Jónær segir að rigning. Já, ég er sammála því, ég er sammála honum Berg að Ási verði í topp 3. Ég ætla að segja að Já, 100% hlutlaus þar. En segðu hinn. Já, nei. Já, það, ég er búinn að tala við veðurguðina, sko. En já, ég ætla að segja að þetta verði ég ætla að segja að Alex taki þessa keppni. Það er komin tími á sigur hjá Alex. Já. Og ég ætla að segja að Jökull verði í öðru sæti og ég ætla að segja að Ási kom með surprise 3. sæti og Óli þar fljótt á eftir í 4. sæti. Já. En Alex Thompson, hann sigraði einmitt fyrstu keppnina en tók svo 3 ár þar sem hann fór ekki á pall en endaði á palli í síðustu keppni 3. sæti, þannig að ég er sammálaður. Það er komið tími á að strákurinn taki aðra keppni og með tímana hérna í tímatökum þá er hann greinilega kominn að mættur rétti til leiks. Þannig að ég ætla að spá Alexi sigri. Já, hérna er ég að horfa á hann dimma á outlapp með 3 sekúndur í refsingu, bara alveg í skottinu á honum Ása. Já. Alex, Jökull, Jóhann. Það er mín spá. Ok. En við erum að fara að sjá hann Andramá koma fyrstan í gegnum markið eftir hraðan hring, þannig að sjáum hvað hann er að fara að gera tímanlega séð. Jökull rétt fyrir aftan hann.
2-0-1-1. Vá, þetta rosalega tími hjá Jökli bara strax. Jökull byrjaði með látum, sko. Alex Tops hoppar í þriðja. Jóhann Ingi kominn í annað. Já, 2-0-1-8. One-stopperinn okkar. Já, segðu. Hann sleppur ekkert með þetta, sko. Hann opnaði Pandoru-boxi í gær og... Hann gerði það. Þetta verði bara að standast núna, sko. Það er aðeins 3 af þeim öllum sem eru undir 2-0-2 á fyrsta ring. Þá er öðrustaka að það breytast, en Jökull er með langbesta tíman, en við vitum nú bæði að Alex og fleiri geta krunkaði þetta og Alex fór undir 2-0-1 áðan, þannig að hann á mikið inni. Algjörlega, það verður fróðilegt að sjá hvort við sjáum tímatökur fara undir 2-0-1 í kvöld, þar sem við erum búin að sjá þetta fara mjög nálægt í að fara undir núna. Það var meiri sól áðan í æfingum, þannig að brautinu hugsanlega hefði verið heitari þá. Svo náttúrulega getur Vindall líka spilað inn í þetta, en sjáum hvað þessar tímatökur gefa okkur. Við erum að fylgjast með honum Alex á þessum ring. Hann er að bæta sig alveg tæpa hálfa sekúndu. Það er samt ekki nóg til að hoppa fyrir Jökull. Rétt á undanum, hann geti líka verið að gera hverja hluti. Hann er til alls líkur. Ég sé að spjallið er að spyrja hérna ekki damage, fór Andri ekki í vegginn? En Andri, vitið það að fara út í veggan sem að hann er með skemmt þetta núna? Já, Alex Thompson slætar aðeins í síðustu beginni og tapar niður í alveg 0-3 þar sem hann kom með, þannig að Jóhann Ingi bætt sig aðeins og Jökull er komin undir 2-0-1. Já! Þarna þekki ég þið. Þarna komum þetta, sko. Kristalkúlunars hilla er sprungin akkurat núna. Hann spáði mitt hvað hraðasta hring í tímatökum sem ætlaði að leita þessu hérna 2-0-1 0.53. Jökull er búinn að tapa það. Heldur betur, þetta er bara besti tími sem við séum hingað til. Algjörlega, það var 2.00.998 hjá Alex áðan. Já. Það eru 3 mínútur eftir þessa tímatöku, en þeir ná hvað, 2 hringum í viðbót. Jökull er að koma í tímatökusvæði núna, hann var að fara í gegnum tímatökusvæði, hann er ekki nema 0.071 hægari heldur en hans eigin hraðasti ringur, þannig að hann er alveg á þvílíkt consistent pace núna, sko. Já, það er mjög consistent. Taka svona geggjaði hringi 2 í röð. Sjáum hvort hann er að bæta sig, er að koma yfir línuna. Nei, það er 1/10 hluti sem hann taði upp á. Það gerir Jóhann Ingi. Jóhann Ingi bæti sig ekki. Hvað gerir Alex Thompson? Hann bæti sig, hoppar upp í annarsætið. 0.4 á eftir Jökli, 2.01, 3.36. Svo er ég að fylgjast núna með honum Óla, hann er að keyra beinakaflann. Það er ekki líklegt að hann sé sennilega með fjólubláðan alltaf fyrsta sektor. Já. Hann nær svo rosalega hraða þarna. Já, það er Jón Þór var að
Jón Þór var að næla sér upp í 5. sæti, sko. Já. Já, það er mjög auðvelt að vera með fjólubláan ef þú ert góður á pushjónum af því að þau eru náttúrulega með góða endarhraða, sko. Síðan á miðkafla brautarinnar er Toyota væntanlega sterkari. Já, algjörlega. Þá eru væntanlega allir á sínum seinasta tímadugurring. Já, hugsaði að þeir sem eru að fara í línuna núna ná einum í viðbót, það er ennþá hálf mínúta eftir. Jökull er ekki að bæta sig akkurat núna. Fyrir að styttast í tímatöku eða sektor hjá, já, hann er að bæta sig hann Alex, en sennilega ekki nóg til þess að komast yfir Jökull, eiginlega bara alls ekki nóg. Það vantar svolítið upp á þarna. Jóhanningi situr náttúrulega bara í pit akkurat núna. Hann er örugglega að hugsa með sig núna hvort hann er að taka one-stopper eða two-stopper, sko. Nákvæmlega. Óli slætar mútið beigju. Alex Topp bætir sig um 3. Wow, hann er 0,099 eftir Jökli, maður. Wow. Wow, hann var næstu komið niður í 2.0 líka. Þetta var ekkert smá heiðarleg tilraun. Alls ekki, sko. Það gerir á sig. Alex Geirsa komið í línuna. Hann bætir sig, er í 7. Hvað gerir á sig? Á sig hoppar í 7. Já, Jón Þór er hérna slætandi á grasinu. Hann er ekki að fara að bæta sig. Andri Már að koma í línuna, hvað gerir hann? Hann bætir sig ekki. Spurning með Ólífi Nóa. Dimmi með sekti í línuna, þannig að hann fara ógifnarring. Jói Egils, sennilega einn af þeim síðustu, ef ekki sá síðasti að fara yfir línuna, hvað gerir hann? Hann situr í 11. sæti sem er. Davíð Adams er núna að koma í gegnum línuna, sá seinasti. Bætti sig aðeins Jói Egils en ekki nóg til að hoppa um sæti. Davíð Adams er ekki að bæta sig, þannig að þá er þetta allt komið bara. Það er Jökull sem að toppar þessar tímatökum með því líkum tíma. Því líkum tíma, sko. 9, já nánast 1000 hluta fyrir aftan hann er Alex Tops. Já. Það er bara mjög lítill munur. Þetta getur verið hörkukeppni og það er ekkert grín fyrir Alex að keppa við eins reyndan mann og Jökull. Nákvæmlega. Það er búin að sýna sig marga oft að þegar það kemur á langri keppni þá skila reynslan sér oft. Já, og þegar við erum að sjá svona mann eins og Jökull sem er komið með hraðan alveg lockdown og hérna með svona sigur stránglegur og búin að, já eins og ég segi, ná hraðanum alveg lockdown og þá er hann núna farin að pæla miklu meira í strattinu og er farin að spila meira með strattið og í rauninni eins og við höfum séð eins og bara í seinustu keppni, hann var í 3. sæti í tímatökum en sigraði samt keppnina. Já, nákvæmlega. En topp 4 eru Toyota. En það er Jökull sem toppar tímatökunar, Alex Tops í 2. sæti, Jóhann Ingi 3. Gunnar Ágúst 4. og síðan 1. ökumaður á Peugeot, það er Ólafur Einar. Síðan er það Jón Þór, Ási Káur 7. Alex Geirs 8. Andri Már 9. Dimmi 10. Jói Egils 11. Davíð Adams 12. og Ólífur Nói 13. Þar hafið þið það. Þetta er okkar uppröðun á ráslínu. Hér á Spa. Þetta verður eitthvað. Þetta verður þrusukeppni. Það verður race 21:48, 2 mínútur í keppnina, þannig að að gera ef einhverjir þurfa að fara að losa eins af sér eða ná sér í annan drykk að nýta tækifæri núna. Heldur betur. Ég ætla að taka þig á orðinu. Það er svoleiðis. Já. Séð eftir, eða heyrið þér eftir innan við eina. Já, gott.
En ég vil fá hérna spár í spjalli núna frá einhverjum öðrum heldur en Jónæja, sem ég veit að Jónæja vill fá rigningu, en haldið þið að það komi rigning í þessari keppni? Ég var nú að svona reyna að fylgjast með radarnum og svona bara skýjunum í tímatökum. Mér fannst vera svolítið þungt yfir á tímabili, en fannst vera að létta svolítið upp, en við sáum það svo sem í opnundeildinni að það getur alveg blekkt ef að kemur rigning og létti síðan upp, sko. Ég sé að Jóna heldur áfram að koma með rigningarskýin í spjallið og ég vil bara sjá fleiri rigningarský, sko. Ég ætla mér bara að henda í nokkuð rigningarský í spjallið sjálfur. Ég ætla að reyna að fá þessa rigningu í kvöld, sko. Fá smá kryddi í leikinn. Algjörlega, ég hef alveg trú á þessu, sko. Það nokkuð ský á himnum og það nú alveg, það ekkert óalgengt að rigni hana smá. Það líka skoðanakönnun í gangi á spjallinu. Hver tekur sigurinn í kvöld? En þá ætla ég að setja þetta stað. Skoðanakönnunin segir þess að hver tekur sigurinn í kvöld? Það Jökull, Alex, Jóhann eða Ólafur, og akkurat núna Jökull langsigurstranglegastur með 89% atkvæða og Alex með 11% atkvæða. Tölfræðin vinnur svolítið með Jökli þegar kemur að því að spá fyrir sigur í úrvalsdeild. Það ekki að leita því, hann með góðan stöðul. En allir ökumenn klárir, komnir á stað og þá bara að bíða eftir niðurtalningu. Og þá getum við hafið hermiakstur. Let's go racing! Vá, Gunnar ákveð, ég tók ekki eftir því að hann fór upp í 4. sæti. Já, það fór alveg fram með mér líka. Alex Tops alveg í skottinu á Jökli, komin að utanverðu. Kemur Ólafur á pugganum fram úr Gunna með þennan hraða, sérðu þetta? Geggjað, og Alex Tops búinn að taka fram úr Jökli. Já, það ekkert annað. Það vel gert hjá honum, ákvað að bíða ekkert eftir þessu og lét vaða down Camel Straight. Jökull byrjar á medium og Alex Tops gerir það líka. Jóhann Ingi á hörðum, Óli á medium. Já, og svo Gunni á hörðum og Ási þar fyrir aftan á medium líka. Og Ási náði náttúrulega alveg þvílíkur rönni á Gunna. Hann náttúrulega annar pugginn hérna. Jón Þór á hörðundekkjum. Andri medium, Dimmi medium, Alex hard, Jói hard, Davi Adams hard og Óliður hard. Þannig að þetta er svolítið dreift svona hvaða dekk þeir eru að velja í byrjun. Finnst mér vera svolítið lýsandi yfir því hvaða pitstrætti þeir eru á. Ef þeir eru á medium þá held ég að sé bara eiginlega ekki séns að þeir séu að fara að reyna að taka vonstafir, sko. Mikil pressa frá Óla á Jóhann Inga og á sama tíma frá Ása á Gunna. Beinikablinn að vinna með þeim hana. Heldur betur. Sjáum hvað Óli gerir núna gagnvart Jóhann Inga. Koma niður brekkuna á leiðinni á Rús og síðan það beinikablinn. Sorry. Spurning hvað pushing gerir þar. Hann fá að sjá hraðamunurinn, hann kemur flott upp brekkuna, í bullandi drafti. Já, hann bara, þetta bara ekkert mál fyrir hann, sko. Hann komin upp í 3. sæti bara á hraðanum, sko. Geggjað. Jökull ekkert að láta Alex sleppa frá sér, hann fylgir honum fast á eftir innan við hálf sekúndu á milli þeirra.
þau eru búið til smá bil í 3. sætið, en það var Jóhann Ingi á hörðum, þannig að Óli sem er á medium núna, topp 3 á medium, hann er með 2 sekúndur í Jökul. Strax búið til smá bil í hann Jóhann. Síðan er Gunni, Ási, Andri Már og Dimmi. Já, við erum að sjá þessa pugga hérna líka. Ég verður að segja að það kemur svolítið óvart hvað Óliver er neðarlega. Hann er ekki vanur að sjá hann svona neðarlega, hann er ofta svona middpakkinum. Pressa frá Jökli. En hann er svo sem ekkert að þrassa sig að nægu tíma eftir. Það er ágætt að leyfa keppninni að koma svolítið til sín. Bíða eftir réttu færunum. Hugsa gúmið. Það er nánast engin munur á milli þeirra hérna á toppnum. Það er rosalegt. Eins og skugginn. Sko, Jökull er náttúrulega komið með hraðasta hring, en þessi hraðasti hringur hans Jökuls er ekki nema 1100 hraðari heldur en hans Alex. 11-12, eitthvað svo leiðis. Það er bara, sko, við erum að tala, já, ég held að hann sé bara komin á þann stað að hann sé að reyna að pressa og framræstur, sko. Svona aðeins búin að skipa niður hópinn og sá engar close baráttur. Þannig að allir ökum með frekar nála okkur með öðrum, en þetta er kannski helsta baráttan sem við viljum sjá núna. Já, ef að Jökull ætlar að reyna við framúrakstur núna, þá þarf hún að vera aðeins nær þegar við komum í radíónbeina til þess að vera með, hann þarf að vera með akkurat rétta bilið þegar þeir fara á beinakaflan. Og Jökull skrikar hérna. Óli er að halda þessi jöfnu bili í þá, það er svona cirka 2 sekúndur búið að vera síðustu 2 hringina, eða 2 hringina, já. Já, og Gunnar Ágúst er bara kominn nánast í færi á Jóhann Inga á beinakaflanum. Hann er mjög nálægt, sko. Báðir á harddekkjum að berjast þarna saman. Já. Og báðir á Toyotunni. Já. Spurning hvort hann sé nógu nálægt. Sennilega ekki nógu nálægt til að reyna alltaf í þessari beygju, en hann er að nálgast alveg Jóhann. Já, og byrju, Andri Már var að taka fram úr Ása. Á beinakaflanum, báðir á Pusi og Andri með draftið á Ása. Og náttúrulega bara, þið veit með Pusi og með hraðan, þá bara skaust hann fram úr eins og það væri slingshot hann, sko. Og möndu sýninga því. Sjáum hann hérna, já, þetta er bara glæsilegt. Andri Már náttúrulega kominn í innan slag núna hjá Gunna og Jóhanni. Jóhann er náttúrulega verjast gegn Gunna, þannig að það virkar vel fyrir Andra Már sem er á medium dekkinum að elta uppi á pugganum. Hann þarf bara að vera kominn nær þeim fyrir næsta beinakafla og þá er alveg möguleiki að hann hreinlega náði fram úr báðum á hraðanum, sko. Já. Smá út fyrir hann Gunni. Nei! Snýrumur, já, þetta er... Og með skemmt framan og aftan, hann þarf að fara í pitt.
Ekki það sem við vildum sjá. Það var hörku barátta hana og Andri Már með Ása í skottinu. Þeir eru báðir á Peugeot að elda Jóhann Inga. Og báðir á medium. Já. Vá, þetta bara snar breytist þarna á einu ring, sko. Það eru nokkuð að missa að baráttu fyrsta sætið. Ekki akkurat núna, nei. Okay. Það er sekund á milli þeirra. Þá höldum við áfram að fylgjast með þessari baráttu. Ási að koma inn í Árhús og hann er núna með draftið á Andra. Þeir eru báðir að nálgast hann svo hrattan Jóhann Inga. En ekki alveg nógu nálægt. Svo er bara alls ekki stutt í Dimma, sko. Dimmi og Jón Þóri eru bara meira fyrir aftan. Það er bara stutt á milli þeirra líka og þeir eru bara alveg nálgast þennan slag sem er fyrir fram á það, sko. Þú sé að Jói Egils og Davíð Adams eru að slást aðeins líka. Það er en Jói Egils með hálfa sekúndu í refsingu. Gunni búinn að taka pitstoppið, kom inn á medium dekk. Það lítur út fyrir að Oliver hafi þurft að taka pit líka, hann er mjög langt eftir þeim. Jói Egils kom með hálfæðis hægt. Ási alveg í skottinu á Andra núna. Jóhann náði að gera smá bil þarna á milli þeirra. Sennilega betri miðkaflinn á brautinu fyrir Toyotuna. Andri, hvað gerðist? Vá! Hvað er að frella? Við þurfum eiginlega að fá endursýningu þessu. Ætlar hann að fara á kantinn, innri í kantinn, hann er svo hættulegur á þessum bílum, sko. Hérna fyrir aftan hann, kemur á beiguna, nei hann slætar, hann fer ekki á kantinn. Ekki nema þá að innri kanturinn hafi uppsettað hann, sko. Ætti nú ekki að gera, nei, jú, hann fer á innri kantinn, já, það er innri kantinn sem er svona hættulegur, mátti ekki snerta hann á þessum bílum, sko. Já, ég var ekki meina að hugsa ytri kantinn þegar þú sagðir þetta, en það var sennilega innri kanturinn sem að gerði útslagið. En Jökull er... Núna, já, ég ætlaði bara að segja það mitt. Beint, já, ég var að skipa yfir á, hann bara í skottin á Alex. Það er spurning, við mögum búast við pitstoppum, svona í kringum 10.11. ring myndi ég halda ef eitthvað er að miða við það sem við horfum á í gær fyrir þá sem eru að taka 2 stopp. Hörru, já, Andri er inn í pit núna, hann fekk náttúrulega skemmt á sig hérna eftir hennan viðsnúning hérna. Jökull og Alex eru búin að búa til svolítið bíla Óla, spurning að Óli hafi gert mistök en hann var að halda jöfnu við áðan en nú er hann komin í 4 sekúndur fyrir aftan á. Hann segir hérna Ársæll í spjallinu að Andri var með skítu dekk frá fyrri beygju. Já. Þannig að það er spurning hvort að hann hafi fengið vitneskju með eitthvað annað frá sjónarhóttinn hans Ása. Gæti verið. Eitthvað sem við mistum af. Svolítið lausal Alex, Jökull nálgast hann. Alex Tórs er með hraðasta hring 202,5. Jökull núna í kjörstöðu í draftið ef hann nær aðeins nær í gegnum þessa beygju. Það er ekki alveg nálægt þetta, eða hvað? Jú, eða hvað? Eða hvað, sko. Þetta er nóg til að gera dífu, sko. Alex ver, Jökull fyrir utanverðu. Nei.
Þannig að það þurfti að vera örlítið nær honum. Já, það er nefnilega, sko, það er ekki það mikið draft frá hérna, ef þú ert á Toyota versus Toyota, þú nærði ekki að taka svona hreina framúrakstur fyrir beina eins og á pushjónum, en þú kannski nærði að komast þannig álátt að þú getur bremsað seinna eða verið upp á hliðinni, en þá náttúrulega kemur á móti að það er miklu auðvitað að verja Toyota móti Toyota. Algjörlega. Því að það gerist bara alveg, það er ekki fyrir bara að byrja að bremsa sem að færi gerist, sko. Núna sé ég að Jói Egils er að koma út úr pittinum núna, sko. Hvort hann hafi lent í ykkur eða hvort hann hafi bara verið að kasta hörðudekkjunum. Gæti verið. Hann sýndi okkur það líka í gær að hann ásætla að þú getur alveg farið slatta hringjum á meðlundekkjunum á vilda. En það er spurning hvenar markið er, þú veist, hvenar ertu farin að vera hægari heldur en á harddekkjunum. Nákvæmlega. Já, Óli er búinn að minnka bilið aftur í sekúndu. Nei, í 3 sekúndur segir Rúmar, ekki sekúndu, sekúndu. Já, hann var ekki alveg viss hvað var stálum þarna. Já, ég meinti sekúndu, ekki í sekúndu. Það er munur. En núna er Jökull í stöðu til þess að ná draftinu. Hann er nær núna heldur en hann var áðan, en samt ekki ónálægt. Settum á þessu. Já, hann er mun nær. Nú þarf Alex að verja hart. Það sjáum við, sko, núna er stutt í bremsukarflan. Já, nei, þetta dugar ekki. Hann ver vel hann Alex. Já, algjörlega. Þú er rétt nær svo að byrjaði að vera komin upp á hliðin á bílnum fyrir bremsið, þannig að sko, þetta er erfitt, en þetta er hægt. Algjörlega. Jökull tæpur hana. Spólvörðin bjargaði honum. Já, ég var að fara að segja þetta. Ef hann hefði ekki splæst í spólvörðin fyrir þessa keppni, þá hafði það verið farinn. Þannig að það eru sumar keppni sem eru öruggar að setja einn, ef ekki 2. Það er bara mjög gott dæmi um það hvernig spólvörðin bjargar manni. Rosalega twitchy bílar. Já, greinilega. Þessi bílar náttúrulega, það er náttúrulega engin atvinnu ökumaður sem keyrir svona bíl á þess að vera með einhvers konar spólvörn og alls konar á þessum bílum, sko. Þeir eru náttúrulega svo rosalega twitchy, sko. Ástand, það er búið að vera innan við sekúnda hjá þeim, meira svona í kringum hálfa sekúndu í 8 hringi í röð. Þetta er mjög jafnt. Nei, veitu, Jóhann Ingi var að fara inn í pit og ég held Ásöður kannski var að taka frá mér, en Jóhann Ingi er að fara inn í pit núna. Þannig að hann er fyrstur inn í pit. Nei, ekki aftur fyrir ekki, það var Andri sem var í pit á hann. Jóhann Ingi er fyrstur inn í pit af þeim sem að fengu ekki skemmtir og neittir inn í pit út af því. Já, hann ætla greinilega að kreista aðeins meira á mediutækjunum. Já, hann lítur út í það. Auka hring. En enn og aftur er Jökull að stríða honum á Camel Straight. Nær bara ekki að vera alveg nógu nálægt til þess að taka fram úr. En það sem er athyglisvert er að sko Jökull, hann er með minna bensín heldur en Alex núna. Já. Vanalega erum við að sjá Jökull vera sko að taka pitstoppin á bensínmagninu, en Já, hann er náttúrulega sko spari grís samfélagsins þegar kemur á bensíni. Það eina sem er að Alex er að slíta dekkjunum hraðar heldur en Jökull er að gera, allan á framdekkjunum. Þetta er athyglisvert að sjá. Já, og líka sérstaklega því að hann er búinn að keyra meira með allan tíman í drafti. Þannig að hann ætti ekki það að vera að spara auðvitað á þess að tapa tíma. Já,
Það er ekki nema að hann þurfi bara hreinlega að pressa svona rosalega til þess að halda í við Það er kannski eina leiðin til að reyna hérna framarástur er að vera á bullandi yfirsnúning á Kamelsröðinu. Það er alveg möguleiki. Það lítur svolítið út fyrir það. En það er alltaf skipt máli líka hvort sem þú þetta fara fram úr eða ekki, að halda pressunni. Það er nákvæmlega sem hann er að gera. Það þarf ekki nema tiny mistök hjá Alex, þá getur hann skotist fram fyrir. Já, nákvæmlega. Alveg í skottin á honum hérna út úr beginni. Enn og aftur. Já, núna er hann í rosalega góðri stöðu. Hann er ennþá nær núna. Nær radíón alveg rosalega vel. Já, hann hefur heyrt mig segja þetta, hann er farin að skipta upp í sjötta núna. Já, segðu þið. Hann er farin að spara bensinni. Hann er með útsendinguna í öðru eyranu. Það 30 sekundum eftir á, bara, já, ég þarf að spara núna. Já, allavega akkurat núna, þá er bensinstaðan orðin eins og þeim báðum, þannig að... Já. En sko, ef þeir keyra svona jafnt og Jökull getur sparað fyrir aftan á hann, þá getur hann tekið fram úr hugsanlega í pitti. Og já, það er alltaf möguleiki, sko. Ég get svarið að það er byrjað að þyngjast aðeins himinin, þannig að... Já, það komið svona myndalegt þungt ský hérna fyrir ofan brautina. Jónægir, ekki hægt að dansa. Haltu áfram dansinu, það er komið dansinn í spjallið hérna. Þetta er að virka, Jón. Það er náttúrulega, það er ennþá 40 mínútur eftir þessari keppni, þannig að það getur allt gerst, sko. Jafnlega. En þetta er alveg verkilega jafn akstur hjá þeim. Já, en það sem er athyglisverðast við þetta, myndi ég segja, að Óli er búinn að nálgast það. Nei, hann fyrir inn í pitt núna. Já. Óli var komið niður í 2,4 á það, sko. Hann var yfir 3 á það. Sko, það er líka bara sterkur leikur því að, þú veist, ef hann fer aftur á medium, þá getur þetta verið gott undercut. Það er alltaf eftir í hvað þurfa að vera lengi úti, en hver ringi út skiptir máli. Þeir eru ekki að keyra á sama tíma á fyrstu ringina. Já, það eru þessi sem er að taka 10, þeir eru komin inn í pitt núna. Það er Ólafur og Jón Þór eins og er. Alex heldur áfram. Og Jökull, vá, hvað hann er nálægt þarna. Fór aðeins rétt strauk á honum, þannig aftan. Núna er pressan komin á Alex, sko. Heldur betur. Hann er farin að finna fyrir pressunni fysikali. Já, búinn að taka þrisvar hérna í röð smá snertingu. Pínlitlar snertingar. En það er greinilegt. Þolinmæðin er búinn, hann vill komast fram úr. Þegar byrjar að blikka. Hann færði sér svolítið seint, fannst mér, áðan. Þannig Alex. Þeir komu niður Kamelsreitið. Nú er Jökull orðinn miklu aggressífari en hann var áðan, sko. Já, algjörlega. Spurning hvort þeir fari í pitt núna, eða hvort þeir taka hringi viðbót. Já, ef þeir taka hringi viðbót þá ætla þeir að taka one-stopper, sko. En miðað við hvað það er orðið þungt yfir, þá myndi ég vera rosalega nájaður að taka one-stopper, sko. Því þeir eiga ennþá eftir að fara á hardekkin, sko. Já, það er kannski spurning að teygja ekstra hringi á medium eða það er hægt bara upp á það eða að sé að fara að koma rigning. Nákvæmlega. En það er kannski, við erum kannski ekki alveg komin á það stað en þá. Við höfum ekki radar, við fara báðir í pitt. Báðir í pitt á sama tíma. Ég hendi í og þeir eru með jafn mikið af bensíni. Þeir eru með nákvæmlega jafn marga lítra af bensíni. Þannig að þeir ættu að koma út í sömu röð út úr pittnum. Svo meðan heldur á sig áfram og komin í fyrsta sætið.
og væri náttúrulega sko, ef hann heldur úti á mediumdekkjunum og fer að dropa, þá náttúrulega Ási í kjörstöðu. Dimmi komin inn í pit líka. En ef Ási að halda áfram, ætla hann sé að fara að taka stratti sem að Ársæll tók? Það aldrei að vita. Sama lið, sama stratt. Ég hef heyrt hluti sem að make minna sens. En athyglisvert að það eru einmitt 2 Peugeotar í fyrsta og öðru sæti. Alex Geirs er líka Peugeot. En sko, Og hann virðist vera að gíra sig upp í one-stopper líka, sko. Getur verið að Peugeotin sé bara að eyða minna bensínu, því að sko ef ég horfi á bensínu Ása, þá myndi ég halda hann eftir leikandi inn í 3 hringi viðbót til að taka 15 hringi. Já, en hann er náttúrulega mediumdekkjum. Ég held að dekkin séu meira svona limiting faktor. Nei, bara því vorum að spá í að því við vissum ekki hvernig bensínu var á Peugeot áðan, sko, hvort það myndi yfir höfuð ná hálfri í keppninni, en það lítur út fyrir að gera það, þannig að, eins og segið, þá snýst þetta meira dekkin heldur en bensínið. Þannig að það verður... Ég gæti mjög vel trúið að Alex Geirs sé á one-stopper, hann hefur tekið svoleiðis ákvarðanir áður og ekki verið hræddur að pröfa eitthvað öðru í sig. Sko, ég held að hljóti að vera að Alex Geirs hafi þurft að fara inn í pit eitthvað fyrir í keppninni út af einhverjum skemmti eða eitthvað svoleiðis, vegna þess að ég get ekki ímynda með það að hann sé að spara svona mikið meira bensín heldur en Ási. Það munar alveg næstu í kvart tank á þeim. Já, hann hefur samt alltaf verið svolítið í því að spara bensín, sko. Já, það er svo sem alveg möguleiki. Hann lærði að snemma þegar hann kom inn í TRB MS Racing, við vorum með Jökli allir saman í liði, þá voru við allir mikið að spá í þessu og ég held að hann hafi bara lært að snemma að Jökli að þetta skipti máli. Það er verið að spyrja í spjallinu hvaða dekk þeir fóru á, en við skulum kíkja á Jökull fóru á hard, Ólafur er á medium aftur, en sko Alex er á hard líka, Jóhann Ingi er á medium. En Alex er fyrir aftan Jökull núna og fyrir aftan Ólaf. Hann tók miklu meira bensín. Já, það er sannlega málið. Já. Það þýðir bara að hann þarf að taka minna bensín í næsta pitstopi, það er bara mjög einfalt. Hann er kannski gert af viljandi til að vera ekki með pressuna á sér sem að Jökull er búin að vera með á honum. Það getur verið. Og gæti bara jafnvel verið góð hugmynd í þetta skiptið, sko. Nú erum við að sjá dimma hérna bara í skottinu á Jóndóri. Báðir að mediumdekkjum. Jónþór ver. Það er eftir að sjá hvað það er orðið þungt yfir hérna, Ingi. Þetta... Erum við að fara að sjá rigningu? Það væri alveg Ég er ekki svara, ég er farin að horfa á þetta rúðuþurrkur, sko. Það er Ég vil sjá það fara í gang, sko. Það er heldur betur að þykna upp. Maður þarf ekki lengur að líta til himins til að sjá það, maður sér það bara í loftinu. Já. Ási er alveg, hann er bara á strimlunum með það, sko. Hann fer inn í pit núna á 13. ring. Og hvað gerir Alex? Heldur hann áfram með að fer inn í pit? Hann heldur áfram. Alex er pottþétt á one-stopper. Hann er á one-stopper, það er klárt mál. Hann var í löngu búinn að skilast í þessum höfundökkjum ef hann ætlaði ekki að taka one-stopper á þetta. Mér líst vel á þetta. En sérðu hvað er orðið þykkt yfir í ánum? Sko, Jökull er að nálgast Alex mjög mikið, það er bara rétt rúma sekund fyrir aftan hann og Óli er töluvert nær Jökli heldur en hann var áðan, það er ekki nema 1,3 frá Óla í Jökull. Þannig að það er allt að gerast henni hjá okkur. Það er mjög athyglisvert miðað við það að Óli er miklu meira bensín heldur en Jökull. Já, það er rétt, þú segir það.
En hann náttúrulega tók medium-dekkina meðan að Jökull tók hörðudekkin, þannig að Óli á ennþá eftir að taka hörðudekkin. Já, það er kannski eðlilegt að sé búinn að vinna upp þennan tíma á hann bara með akstri að því hann á betri dekkjum. En við erum bara komin á þann stað að Jökull byrjaður að pressa Alex og þótt hann sé búinn að fara í pit þá ber Alexi engin skylda. Þetta 100% legit barátta hérna hjá þeim af því að þau eru á mismunandi stratti, þannig að Alex bara græðir á því að verja eins og enginn sé morgundagurinn og halda Jökli fyrir aftan sig og Óli og Alex Tops græðar alltaf á því ef hann næra að verja sína stöðu. Algjörlega, sérstaklega ef að Óli næra að ná þeim fyrir á Rouge. Já. Og líka Núna náttúrulega Jökull með drafti, sko. Líka það sem kannski að vinna með Alex Tops að hann ekki með neitt fyrir fram að sig eins og Jökull núna, þannig að það geti líka komið sér að gagni síðar. Sjá þetta, Óli bara, þetta að breytast í 3 bíla baráttu, það ekki spurning því Óli bara komin í skottuna á Jökli. Þetta geggjað. Þetta getur verið dýrkeypt fyrir Jökull út í að sko Óli fer svo lettilega fram úr þeim ef að Jökull tekur innan á hann og Óli nýtti sér líka. Eða hvað? Já, Óli komið með þetta sko. Hann Alex getur ekki farið í spyrnu á móti pugganum sko. Þeir eru báðir á pugga. Nei, Alex ekki á pugga. Eða hvað? Nei, hann ekki á pugga. Nei. Eða hvað? Jú, hann víst á honum. Hann á pugga, já, alveg rétt. Já, hann á honum líka. Það Alex Tops sem á Toyotunni. Það má gera þá ráð fyrir að Alex Geirs fari inn á þessum ring því að keppnin hálfnuð. Já, það lítur að vera. Ég sko og hann á nóga bensín eftir en Alex Geirs. Peugeot basically að eyða miklu minna bensín en Toyota, þannig að það getur ekki verið. Við sáum Ása áðan vera með þetta level af bensíni þegar hann fór inn í pit sko. Já. Það hlýtur að vera að Alex hafi þurft að fara inn í pit út af einhverju skemmti eða eitthvað þarna aðeins fyrir í keppninni. En væri hann þá svona framalega? Það með stóra spurningin. Það þarf ekkert að vera út í að við sjáum að hvar Gunnar Ágúst? Gunnar Ágúst í 7. sæti eftir að hann sneri bílum og fór í pit. Það náttúrulega sko það sem að Peugeotið ekki hybrid og með allt öðru í þessu powerband, það getur vel verið að hendi mun betur að spara bensín á honum með að skipta fyrir. Það getur verið, já. Það getur verið að sé ekki svo mikill munur. Því að það sem í tanknum að segja með basically að plussin eða fara betur með bensínið. Já, núna ég að tjekka hérna á Ása, hann var náttúrulega í 4. sæti áðan. En núna í 9. sæti og bara Davíð Adams að sækja á hann. Davíð Adams að mitt í dekkinum. Þannig að Ási bara alveg dottinn úr sem slag sko. Alex Tops 6 sekúndum fyrir aftan Jökull. Það sést eins og við sjáum sko, Peugeot töluverð hraðari hérna á beinakaflanum, hann étur bíl í Jökull. Töluverð hraðari sko. Og hann nánast alltaf á fjólubláum, hann Óli á fyrsta sektor. Og náttúrulega með medium dekk á meðan að Jökull á hörðum. Akkurat, þannig að hann má búast við að hann gæti fyrir að reyna framúrakstur. Skrikaði Jökull aðeins. Sérna líka sko á þessum miðkafla í beigunum þá hann aðeins að missa touchu við hann. Og svo kemur aftur langur beiggkafli hérna eftir 3 beigur. Og þá byrjar aftur bílinn að minnka. Og nú það bara að setja hann flatan. Köttum þetta beinakafla fyrir í botni.
þótt það sé vissilega ekki beinn. Hvað er að frétta af þessum skýjum hérna? Ætli ekkert að fara að hella úr ykkur eitthvað hérna smá? Hlýtur að fara að koma rigning. Það er hálftími eftir og það er búið að vera skýjað hérna í 10 mínútur. Það hlýtur að fara að koma ykkur í droppar, sko. Það skiptir miklu máli fyrir Óla að vera nála. Þegar þeir koma út úr þessari beygju hérna, þá á hann möguleika. Hann er nokkuð nálægt, það er samt nú 9. Sjáum hvað verður í lok beinakaflans. Hann er að spyrja hérna Gretar hver staðan er á öðru bílum að braut. Ég er búinn að vera svona að renna yfir þetta. Það er náttúrulega Jóhann Ingi er alveg í kjörstöðu til að taka fram úr Alex Geirs núna á beinakaflanum í 4. og 5. sæti. En Alex Geirs er á pukkunum, þannig að það er ekki að fara að gerast. Og svo er rosalega lítið einhverja baráttur. Það var áðan, sá ég Jó Egils og mjög nálægt af Adams, en það er búið að tegjast aðeins úr þeim líka. Það er sko að Alex Geirs er ennþá úti og við erum á 17. hring. Þannig að með við það, þá er hann sennilega að fara á medium fyrir seinni hluta, myndi ég halda. Já, þú meinar. Já, hann er ekki ennþá búinn að fara inn í pit. Nei. Hann er að missa menn fram á sér núna, bæði búinn að missa Alex Thompson og Jóhann Inga fram á sér. Hlýtur að fara inn í pit núna. Heldur betur að nýta handlegginn. Ég sé að Davíð Adams er afturfærin að sækja svolítið Ása. Bilið það er komið í undir sekundu. En það er þetta sama. Ási er á pukkanum. Og þegar beinukaflarnir koma, þá stingur Ási bara af, sko. Jæja, Alex Geirs er farin inn í pit. Setur mjög líklega á medium deck til að klára keppnina. Gunnar Ágúst líka komin inn í pit aftur. Já, með 2% eftir að bensinni. Jökull virðist vera að halda Óla fyrir aftan sig á horntekinum. Ég veit ekki, veist þú hver tímamunurinn er svona give or take á hörðum og medium? Mér finnst eins og hann sé minni heldur en hann ætti að vera. Já, hann er minni núna út í að bílarnir eru náttúrulega með svo rosalega mikið grips. Já. Hérna sjáum við í 7. og 8. sæti Davíð Adams er rosalega nálægt Ása. Það var rosalega nálægt Ása inni á Rús. Þetta hefði verið 2 Toyotur, þá væri Davíð Adams að fara fram úr Ása núna, en Ási bara stingur af á pukkanum, sko. Hann er með svo mikið endaraða. Bilið var 0,4 áður en þeir fóru inn í Árús zigzagið og komið í 1,1. Og Óli fær hann að draga svolítið aftur úr frá Jökli núna. Hann er langt frá hann núna. Hann er komið inn 1,7 fyrir aftan. Já, og spurning sko, hvað er bilið frá Alex Thompson síðan Óla? Það er 6 sekundur. Og hann er búinn að tapa 2 sekundum á Jökul. Það voru 6 sekundur áðan. Þannig að þetta lítur rosalega vel út fyrir Jökul. Og Jökul kominn aftur í pit. Með ekkert bensín, en nóg eftir að bensinni hjá Alex sem er líka farin í pit, þannig að Alex gæti mögulega að tekið fram úr honum í pittina. Hann er með 19% á móti Jökli með 1%. Já, erum við að fara að sjá pit framarakstur? Núna erum við að fara að já, við erum allavega að fara að sjá baráttunum fyrsta sæti núna, sko. Alveg klárlega, sko.
Þeir eru báðir að fara yfir að mediumdekk. Jökull fer upp í, ég ætla að fylgjast með hvað fara upp í mikið af bensinni. Jökull fer upp í, ég ætla að giska á svona 75 eitthvað svoleiðis. Hann fór í 76%. Alex fór í 74%. Þeir eru að fara af stað á nánast sama tíma, sko. Bílið er búið að minnka. Var 8 sekundur og fáum að helvend smá stund. Hérna kemur Ási fram úr Jökli. Jökull er núna að fara að berjast þetta ekki fram úr Ása líka, sko. Já, og Ási náttúrulega á bugganum að vísa á hardtæki móti medium, þannig að... Og Davíð Adams er á milli Jökulls og Alex Tops. Já, sæll. Það er dýrkeypt fyrir Alex. Já, þetta eru 3 sekundur sem er á milli þeirra. Hann sem sagt græddi 5 sekundur á hann í pittinum. Jó, Egils er að koma til pitt núna, sennilega í seinasta skiptið. Gunni er í 11. sæti, náttúrulega held ég búinn að taka seinasta pitstoppið. Ekki alveg kláraði. Ási slætar smá, Jökull nánast aftan á hann. En Ási heldur sig bara út af hraðanum, sko. Þetta eru 4 bílar sem að berjast, allir í höng. Ási, Jökull, Davíð og Alex Tops. Og við erum að tala að þetta er slagurinn fyrsta sæti. Wow, Alex tók fram úr Davíð þarna. Þurfum við að fá endursýningu þessu eftir. Það spurning hvort að Davíð hafi bara hleypt fram úr vegna þess að hann vissi að þetta var ekki hans slagur. Gæti verið. Davíð er náttúrulega maðurinn sem ég geti vel trúið fyrir að gera svoleiðis. Hann er svo mikið gæðablóð. En hérna, Jóhann Ingi er núna inn í pitt. Við erum að koma þér í beiguna. Davíð Adams fer bara pínu vítt, sko. Spurning hvort að gera það viljandi ekki. Sé það ekki alveg á endursýningunni. Sjáu þið hérna, Alex Tops er komin í skottu á Jökli. Hann er að græða á því að ásega fyrir framan hann því hann er búinn að ná honum. Það voru 3 sekundur fyrir hring síðan og nú er þetta bara orðið bumper to bumper bara þeir tóku báðir fram úr Ása hérna. En Ási er samt með... Hvað gerir Ási núna? Hann er alltaf með hraðan. Já, tekur hann aftur. Hann er með kjölsóði á Alex. Wow, 3 wide. Hann tekur fram úr báðir. Wow. Og lokar bara á það, sko. Þetta er rosalegt. Og Jökull ætlar ekki að gefa þetta eftir. Nær. Og reynir Alex að taka líka. Já, eru báðir komin fram úr aftur. Já, ég á ekki til eitt aukatekið orð, sko. Wow, þetta var rosalegt. Fá endursýningu á því hvað við vorum að horfa á hérna. Þetta var rosalegt. Fór ekki alveg nú snemma á takkan. Mistum að því þau fóru þrívættir í beiguna en sáum hann að hvernig þeir fara báðið fram úr honum Ása. Og Óli er ennþá inn í hérna á medium stundinu sína. Hann er að láta þessi medium dekk endast. Hann tekur hard stimpið hérna seinast. Núna fer Jón Þór inn í pitt. Dimmi er í 3. sæti, á eftir að fara í pitt líka. En 4. sæti, 5. og 7. Það lítur út fyrir að þeir þurfu ekki að taka pitstop. Nei, ég held að Ási þurfu ekki að taka pitt. Miðað við, er hann að taka vonstoppi líka? Miðað við bensinstöðuna hjá hann? Já, það er aldrei að vita. Já, ég meina hann ætti alveg að geta það. Það er í bensinstöðuna. Og eins og þú ert búinn að taka eftir það, þá er eins og pugginn sé góður í fuel-safinu. En sjáðu hvað þeir eru búin að stinga hann af, Alex og Jökull. Bara á þessum eina hring, sko.
Núna Alex, hann er svoleiðis kominn hann er fann að finna lyktina af sigrinu sko, hann langar til að ná Jökli, hann er búinn að ná að taka fram úr honum með einu sinni í þessari keppni, hann er mjög nálægt, getur ennþá mögulega tekið fram úr, við örugglega fara að sjá hann Óla fara inn í pit núna með við bensinstöðinu í honum, þá held ég að hann geti ekki tekið annan ring. Ég held ekki hvart þessar vonir hérna rigningu því að það er bara sól. Það er bara, já, orðið, það er nánast heiðskýrtina sko. Já, Óli fer inn í pit núna. Hann er 43 sekúndum á undan Jökli. Þá er það bara spurningin, hvar er hann að fara að koma út á móti þeim sko? Núna erum við að sjá sko að Alex Geirsson hann er náttúrulega búinn að taka pitstop. En hann hefur ekki bensínið eða hvað? Er hann að spara bensínið svona rosalega? Hann tók hann lítið bensín miðað við að Já, hann hlýtur að hafa tekið það sem hann þarf til að klára keppnina fyrst að fór 17 hringi. Það hlýtur að vera. Þetta halda það sko. En hann er á medvíu dekkinu og er bara að sækja á ásæðina sko. Hann tekur örugglega fram úr honum bara á beinakaflanum. Og það er bara strax fyrir aftan er Jóhann Ingi sko. Ef að Ási var að Toyota þá væri þessi framúrakstur klár, en þeir eru báðir að pusha þannig að það eru stórar fregnir á toppnum. Óli er búinn með pitstoppið sitt og hann er 4,5 sekúndum á undan Jökli og Alex. Þeir eru á medvindekkjum, hann er á harddekkjum en þarf ekki að fara aftur í pit. Og Alex komið fram úr Ása. Já, það er þannig. Það er spurning, erum við að fara að sjá? Já, og svo er Jóhann Ingi bara komin líka að fara inn að sækja ásæðina bara strax fyrir aftan sko. Ja, sko, þetta eru slatta ringjum og Jökull er með dekkjaforskot á Óla, þannig að hann hefur nægan tíma til að vinna upp þessar 2,5 rúma sekundur sem að Óli með á hann. Já, það var 4,5 rétt á hann, bara þegar Óli kom úr pitsu sko. Já. En Óli hins vegar hefur alveg peysið í það að halda þeim fyrir aftan að hörðudekkinum ef hann vill það sko. Og Jökull er búinn að bæta smá í forskotið á Alex Tops, þetta kom í rúma 1,5, en leið og nær Óla þá geti það bara gjörsamlega horfið aftur. Þannig að við getum mjög líklega erum við að fara að horfa á 3 bíla baráttu hérna bara eftir smá stund. Og Jökull það eru mikla líkur á því. Já, 2.02.0 á medium þegar. Já, spáði því. Það hefði skilað honum bara ofalega í tímatökunum. Bergur Freyr segir hérna í spjallinu að á pugganum er hægt að fara 19 ringi með því að spara. Á tankum. Já. Sætt. Jóhann Ingi er kominn fram úr Ása, en Ási er að sækja vel á Jóhann Ingi aftur hérna á beinagaflanum. Það er bara þannig 5. sætið. Ási vill að Jóhann hefur það eins og staðan er. Jep. Ási þarf að vera töluvert nær honum á beinagaflanum ef hann vill taka fram úr. Bilið núna á milli Óla og Jökull komið undir sekundu og þá er Óli farinn að verja. Já, það er bara nákvæmlega þannig. En sko Jökull
getur pínu glimt hér að reyna að taka fram úr á beinuköflunum sem að hafa kannski verið svona góði staðir og þarf sennilega að hafa pínu fyrir því á miðkaflanum. Þarf að ná að planta sér á innri línunni einhvers staðar til þess að geta nýtt bústið til þess að taka fram úr eða til þess að fara hraðar út í beginni. En að meðan að Óli er á undan niður Árús þá getur Jökull ekkert gert sko. Þarna gerði Óli smá mistök, fór aðeins vítt þarna en Jökull náttúrulega með bústið erum við að fara að sjá Óli sennilega að fara að taka fram úr bara aftur hérna á Kamilkaflanum. Óli bara planta sig við liðina á honum og tekur bara fram úr án þess að vera með draktið út því að hann hefur hraðan í þess. Akkurat. Þetta er það sem við erum að fara að horfa út úr þessa keppni sko. Akkurat. Svona viljum við hafa það, alvöru racing. Og bilið strax fara að minnka á milli Jökuls og Alex. Já, nefnilega ef Óli heldur fyrir aftan sig í hringi viðbót þá er Alex komin í skottið á Jökli. Wow, Jökull slætir hann smá. Mist hann smá upp en náðu að grípa hann. En hún í Jökull einmitt bara alveg í skottinu á honum en bara nær ekki fram úr í beginum. Sjáum bara hvað Jökull tekur beginnar töluvert hraðari en Óli nær bara að nýta þetta svaka endahraða sem að pugginn hefur. Akkurat, og Alex Tops er núna komin undir sekundu fyrir aftan Jökull, þannig að við erum basically, já, þetta er bara nákvæmlega eins og ég spáðum. Við erum að horfa hérna eftir bara, já, 9 hring, það eru 3 bíla barða, það er bara þannig. Þetta er bara rosalegt sko. Leikurinn endur takki sig. Jökull er í góðri stöðu út úr þessum hægu beygjum. Gæti hugsanlega verið að taka fram úr hérna fyrir beygjuna. Eða hvað? Hann getur það ekki. Nei, ekki það. Hann bústar Óla í staðinn, hann vill örugglega reyna að fara að stinga Alex af út. Alex er bara kominn í hennar slag, hann er bara hálfri sekundu fyrir aftan. Hann er bara mættur. Nú þarf Jökull að passa sig. Gef ekki færi á sér í baráttunum við Óla sem Alex getur nýtt. Það eru 6 hringir eftir og við erum bara að sjá hérna alveg þvílíkan slag sko. Við erum að tala menn sem eru slætar aðeins hann Jökull. Hann getur tekið innri í línuna hérna. Já, hann er komið með þetta. Og hann fer vítt hann Óli. Og Alex nýtt sér það. Missi bílinn aðeins. Alex komið fram úr og Jökull. Og þar eru þessir varnar draumar hans Ólafs brostnir. Já, algjörlega. Og hann er búinn að missa það eiginlega það langt til ást þegar hann getur ekki svarað á beinuköflunum. Nákvæmlega. Þannig að núna er það bara annarkvort sko, núna þarf Jökull annarkvort að stinga Alex af eða Alex að halda í Jökull og ná fram úr honum á einhverjum kaflanum sko. Já. Hann tók fram úr honum á fyrsta hring og hélt honum fyrir aftan sig allt fyrsta stintið. Nær hann að endurtaka það. Jökull vill samt vera hraðari sem líður á keppninnar. Spjallið er að segja mér að það sé rigning á korti og líka þessi slagur á milli Alex, Geirs og Jóhanns. Það er byrjað að þykna aftur upp. Það er rigning á kortinu, ég var að kíkja á radarinn og það er rigning á kortinu. Já,
Ég var bara rétt í þessu búinn að gefa upp alla von. Það væri nú eitthvað að fá rigningu á síðustu ringjörnum. Það myndi heldur betur stokka upp í þessu. Sjáu þið pressuna sem Alex er með á Jökul núna. Alex er sko, Alex vill sigra þessa keppni sko. Já. Hann dýpir þetta! Þetta verður að vera dómsmál eða verður eitthvað gert úr þessu. Þetta minnir rosalega mikið á dífuna sem hann tók á Nürburgring fyrir á tímabilinu. Eða hvort það senst tímabilinu, man ekki hvort það var. Mér fannst þetta eiginlega að vera bara legal sko. Já, það er einhver okkar dæmi það núna. Það er bara ef það verður... Hann hélt innri línunni, þótt hann dýfði sig, þá hélt hann innri línunni. Það var ekki eins og hann færi og myndi ít honum alveg út af því að hann fór sjálfur út, en við skulum fá endursýningu á þetta. Endilega, ég til í endursýningu, en það er náttúrulega líka að koma rigning. Ef það er að koma rigning, þá náttúrulega er það samt að fara að setja strik í reikningin, sko. Það er 4 hringir eftir, sko. Og hérna, fer innan á hann. Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta ekki gróft. Það er bara mín skoðun. Þegar það byrja beyginn þá er hann fyrir framan Jökul og Jökul beygir kannski pínu snömminni en ég veit það ekki en þú veist langt frá því að vera gróft umdeilumál hugsanlega en já ég segi bara vel gert svo kemur bara annað í ljós. Já, það verður fróðlegt að sjá hvað gerist. Við þurfum eiginlega að fá bara endursýningu á þessu aftur, fáum aftur 1 sjónarhorn í viðbót. Það segir hérna... Hérna fyrir aftan hann, Jökull ver, hættir við og hann fer inn á, hérna komið framan. Já, hann fer ekki, hann er kominn fram úr honum þegar þeir byrja beyginn. Já, þá tæknilega séð á Alex línuna en það er spurning hvort hann sé að bremsa of seint. Ég meina hann náði beiginni, þannig að... Já, það er rétt. Þannig að og hann driftaði ekki í ytri línuna, hann hélt sinni línu og gaf plás. Hann fór ekki það uttalega að það var ekki plás. Þetta var meira að þið beigðu inn á svipuðum tíma. Þannig þetta er eitthvað, já. Ef það verður eftirmálar þá verður bara tekið á því með réttum leiðum. En ég er að fylgjast með núna Alex Geirs og Jóhann Inga. Það var komin mjög nálægur slagur meðan þú varst að fara yfir þessi replay en það breyttist ekki staðan en Jóhann Ingi er að pressa rosalega á Alex Geirs. Hann skrikaði aðeins út úr beygjunni eftir ráskaflan en er núna aftur komin í skottið á Alex. Þeir eru náttúrulega að tala um að Alex er á pugganum og Jóhann er á Toyotunni, þannig að við erum að sjá þetta sama og við sáum áðan með Óla að þú ert með puggan að verja gegn bíl sem er hraðari í beygjunum en töluvert hægari á beinuköflunum, þannig að Það er kannski spurningum á meðan ég horfi á þessa baráttu sem við erum að tala að þú hafir annað augað á Alex og Jökli ef að Jökull nær honum og byrjar að pressa það. Já, ég skal fylgjast með því. Við viljum ómögulega missa af aksenni. 3 hringir eftir basically, nei 4 hringir eftir. Nei, 3 hringir eftir, 28 hringur, fyrirgeði. Já, það er rétt, 3 hringir eftir. Farið að þykna verulega upp aftur, ég ætla að kíkja hérna aðeins á veðurradarinn. Það er það langt á milli þeirra að það er sennilega ekkert að fara að gerast akkurat núna. Nei, hann reynir hann að næstu því 2-1. Verður að gefa eftir Alex sem er inn í línuna. Jökull kom með þvílíka pressu á Alex núna. Jökull skrikar aðeins. Maður bara veit ekki hvað maður á að horfa á, það er svo margt í boði hérna. Já, það er toppurinn. Maður verður að fylgjast með toppnum nú þegar það er svona close barátta. Ekki spurning. 25 að horfa, væntanlega komið 25 like, er það ekki alveg öruggt spjall? Já, hlýtur að vera. Ég enga trú öðru. Fyrir því.
verður bara þetta fram á síðasta hring. Jóhann Ingi að taka fram úr. Ég náði endursýning á því, tjekkum á hana eftir. Svo gera það bara snöggvast á meðan það er tækifæri. Sjáum hann hérna eftir aftan Alex. Já, innan á hann hérna. Vel gert. Flottur aftur. Ég horfa hérna 3 bíla baráttu. Ási, Gunni og Jón Þór bara alveg í skottun og hver öðrum. Og ég kíkti aðeins út í hérna andirið áðan og tjekkaði á radarnum og radarinn segir að það er rigning í kortunum en hún virðist fara fram hjá breytinni. Ok. Þannig að við lítur ekki út fyrir að við fáum rigningu í þessari keppni. Það er náttúrulega núna er Jökull innan við sekundum fyrir aftan Alex að sækja svolítið á hann á beinakaflanum. Við erum á næst seinasta hringnum þannig að það er alveg að fara að verða now or never. Já, 2 hringir eftir. Ási að verja ekki að Gunna. Ási náttúrulega með hraðan í pukkanum en Gunni með rönnið og Gunni líka núna að þurfa að fara að verja gegn Jón Þóri sem er bara komið með kjölsóið á Gunni og getur mögulega farið að reyna við framúrakstur sem að hvað gerist? Nei, hann reynir ekki alveg framúrakstur. Sama tíma er alveg þvílík barátta milli Alex Geirs og Jóhanns Inga. Jóhann að vísa stinga svolítið af hann er komin á kaflan hans sem að bíllinn hans er sterkari. Og á toppnum erum við að tala um að það er ennþá þessi sekúnda á milli Alex og Jökuls. Það er bara hvaða barátta maður að horfa á sko. Við erum að flakka hérna milli þar allra, reyna að ná þessu öllu fyrir ykkur áhorfendur. Það hefur gengið bara ágætlega að hinga til. Ég held að baráttan sem þú ættir að fylgjast með er 7., 7. og 8. sæti núna. Ég skal fylgjast með ofan. Já, láttu mig vita, ég er búinn að vera á því núna síðasta hringinn. Þetta er rosalega barátta, Ási, Gunni, Jón Þór fyrirgeði. Dottnir inn í seinasta hring á toppnum, það er ennþá 0,7 á milli Jökuls og Alex. Fyrir nær betra exiti hérna, nær Jökull betra exiti? Nei, hann nær ekki betra exiti. Alex nær töluvert betra exiti niður á rús. Jökull hefur ekki möguleika á að taka fram úr honum á beinakaflanum. Eða hvað? Bílið er að fara rosalega hratt. Nei, hann er of langt í burtu. Hann þarf að dýfa ef hann ætlar að reyna það fram úr. Nei, hann nær ekki. Ekki þarna. Þeir eru að koma inn á miðkafla brautarinnar. Hvað gerir Jökull? Fylgst þú með þessu? Ég skal kíkja hérna fyrir neðan. Á meðan. Já, það er erfitt að horfa ekki á baráttan fyrsta sæti á síðasta hring, sko. Þegar hún er svona nálægt. Algjörlega, það er alveg hárrétt. Og við erum að tala um að Jón Þór, hvað gerir hann? Hann er komið við hlýðin á Gunna, nei, fer ekki fram úr. Nei, næri ekki, þetta er nákvæmlega sama gerist að hann. Það lítur út fyrir það, ef að Jökull fer ekki fram úr Alex, þá er spáin mín að fara að rætast. Já, það er bara yngjörðið Nostradamus, sko. Læt það nú vera, þetta var ekki svona ólíkleg spá eins og ég er nú oft búinn að vera að taka fram. Þetta var eiginlega, já, svolítið byggt á tímum. En ég er að segja ykkur að mér sýnist strákunum bara að vera að hafa þetta. Það er 0,7 og það eru bara ein beygja sem hættir að taka fram úr eftir. Og Jökull er bara ekki nógu nálægt. Það er 0,6 fyrir aftan. Það þarf að taka rosa dífu en hann þarf að taka þetta. Nei. Sjá, það komið alveg í skottin á honum, út úr síðustu beyginni. Alex Tops hefur þetta. Hann hefur þetta vel gert. Óli þriðji.
Jóhann Ingi klára 4., Alex hérna 5. og baráttan 7. sætið. Ási Gunni, Jón Þór, virðist ekki vera að breytast. Þvílík keppni. Og Ási á síðustu dropunum. Það bara nánast ekkert eftir að bensín í honum. Hann hefur þetta. Gunni 7., Jón Þór 8. Og Dimmi að klára 9. Og Jói Egils kemur hér 10. Þetta var rosaleg keppni eins og við erum bara farin að verða vön í úrvalsdeildinni. Það er alltaf Algjörlega. bara alltaf fram á síðasta hring nánast. Jói Egils 10., 11., Davíð Adams, Andri Már að klára 12. og Óliver er 13. Andri Már með skemmt hringinn og orðin bensínlaus. Já. Vá, þvílík keppni og Alex Thompson hafði þetta. Já, þetta var vel gert. Það fór næstu því spáði mín. Ég spáði Alex, Jökli og Ása en það fór ekki svo. Þetta var eitthvað. Hérna sjáum við úrslitin. Það er Alex fyrstur fyrir Kraftey Racing Team, senari Jökull, Bísik Racing og svo er Ólafur Einar, Kaldi Racing Team í 4. sæti Jóhann Ingi, Alex Geirs 5. á vonstopparinu sínum, Ási KR 7., Gunnar Ágúst 7., Jón Þór 8., Dimmi 9., Jói Egils 10., Davíð Adams, Andri Már og Óliver Nói. Já, það er ekki að segja annað en þessi keppni hafi boðið okkur upp á hágæða kappakstur. Bara frá start to finish. Það kom ekki einu sinni svona dauður kapli í miðunni, sko. Það var bara alltaf eitthvað að gerast. Það var alltaf eitthvað að gerast, allan tíma. Haha, geggjað. En við erum komin með sigurvegara kvöldsins í lobbyið, í partíið. Velkomin til hamingju með sigurinn. Já, takk hérlega fyrir. Þvílík barátta, drengur. Æsilegu framúrakstur hérna hjá þér. Takk. Hvað hérna var komin tími til. Segðu. En hérna, hvernig var að vera með þessa pressu á sér? Þú tókst fram úr Jökli bara strax á fyrsta hring, ákveðin, gerði það flott og svo var hann bara innan við hálfa sekundu fyrir aftæði, bara meira og minna allt fyrsta stintið. Var ekki, voru menn farin að svitast allt eða? Já, ég var smá stressaður í byrjun, sko, en síðan hætti það, sko. Mér eins og væri eitthvað smá fjúlsega, en ég ákvað bara fjúlsega mikið, sko, á fyrsta stintinu. Já. Og það virkaði, sko. Þú grætti svolítið á baráttunni hjá Óla og Jökli, og heldur betur nýtti þeirra það. Já. Líka með Ása. Ási alveg, hann bara hæði á Jökul bara einhverja 2 sekúndur á einu hring, sko, bara þegar hann kom út úr pittinum, sko. Já, var þetta pæling hjá þér? Þú tókst meira bensín heldur en Jökull í pitstoppinu og kom svolítið út fyrir aftan. Var það pæling hjá þér að losna við baráttuna og fá að keyra einn eða var einhver sérstaklega pæling á baka það? Nei, ég bara vissi hreinlega ekki hvað ég var að gera. Jökull sagði bara eitthvað 11 hringir þarna fyrir keppnina á byrjunni. Bara ok, ég tek 11, síðan tók ég bara alltaf mikið bensín fyrir hardstintið, sko. Þetta er besta svar sem ég hef heyrt bara. Ég vissi ekki hvað ég var að gera. Ég var að gera. Bara að gera. Þetta tókst heldur betur. Þú komst vel æfður fyrir þessa keppni greinilega, varst með alveg hörku tíma á æfingum, náður ekki endurtaka það í tímatökum, en þetta gekk allt upp á endanum. Ég var samt ekkert svakalega mikið æfður, sko. Ég var bara búinn að keyra 300-400 kílómetra, sko. Jæja, bara náttúrulega hraður. Þessi braut ég er svo góður á þessari braut, sko. Hún er svo skemmtileg, sko. Já, er þetta eina af þínum uppáhalds, eða? Þetta er uppáhaldsbrautin mín, sko. Já. Þetta er náttúrulega Money Grind brautin, sko. Þannig að gott að taka þessa brautin maður er í svoleiðis pakka, sko. Algjörlega. En já, þetta er þinn annar sigur á tímabilinu og hans líka fyrstu keppnina, þannig að það er að herðast baráttan annarsætið á milli þín og Óla. Það voru ekki nema 6 stig á milli okkar fyrir þessa keppni. Þannig að hann má, já, þú ættir að vera komin 1 stigi fram fyrir hann þá núna, vantilega. Ok, í
stórmeistarinn þá eða í... Nei, ég er að tala um bara vortímabils. Já, Ég er ekki með stórmeistara töfluna fyrir fram á mig. Já. Algjörlega. En já, Já. bara frábær akstur og innlega til hamingju með sigurinn. Það er mjög gaman að sjá þessa baráttu hjá okkur. Já, takk hérlega fyrir. Ég vil þá ekki bara fara að kalla þetta gott fyrir kvöldið og hérna, það er næstu keppni eftir 2 vikur á Laguna Seca. Hefur einhverja skoðanir á þeirri braut? Já, hún er alveg skemmtileg, sko. Geggjubraut. Já, bara... Dýrkara, sko. Maður bara gerir í þeim mistök, það er góður, sko. Já. Passaði það á Gamla sandinum. reglan. Já, Já. heldur betur. Herru, já, bara flott hjá þér Alex og hérna verður gaman að sjá næstu keppni með ykkur og þangað til næst, þá bara hér í útsendingu. Þakkum við fyrir okkur og býðum góða nótt.